Komið þið sæl. Ég heiti Anna Elísa, ég er lektor í Háskólanum á Akureyri, leikskólakennari þar á undan og tel mig alltaf vera leikskólakennara. Erindi mitt núna heitir Eldgamalt drasl, stafræn tækni í skólastarfi og ég ætla að bjóða ykkur með mér í svolítið hugaflug. Það er að segja, ég er að velta því fyrir mér hvort að, hvað hefur mikið breyst í sambandi við stafræna tækni í skólastarfi með miklum breytingum á stafrænni tækni. Og ég tek hérna brandara sem birtist í einhverju blaðinu pabbann sem réttir drengnum sínum og líklegum sínum bréfahníf og nota hann til að opna póstinn og þetta virkar ekki í nútímasamfélaginu. Þetta er glötuð uppfinning. Við eigum svo mikið að svona sem eitthvað sem var nýlega og er bara engin veit lengur hvað er. Til dæmis ef þið myndu spyrja unglingana í dag hvað er að brenna disk. En allavega þá er ég að hugsa að taka þessi þrjú tímabil. Það er að segja tölvurnar og stafræna tæknin sem kom inn í leikskólana 1997 sumstaðar, allavega með formlegum þróunarverkefni þarna 97. Síðan gerist það upp úr 2012 að það spjöldin koma, þessi pottæki, við getum notað fingurna sem var svona hátindur aftur og núna erum við á hátindinum, eða það er að segja nýbúið að koma inn, svona eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við, sem er gervigreindin. Og ég tók sem sagt viðtöl þegar spjöldin og tæknin og þetta allt saman er komið inn í leikskólanna, svona rétt af fyrstu vetrunum, við þau sem voru frumkvöðlar í stafrænni notkun 1997, 8, 9, 2000. Og mér langar til að í gegnum þessa punkta sem ég er að fara í gegnum að máta það við hugmyndirnar ykkar gervigreindinni eða hvernig gervigreindinni presenteru þessa dagana. Þannig að auðvita til að læra af fortíðinni ef við mögulega getum. Og ég spurði sem sagt þarna á miðjupunktinum, á staksteinunum mínum, var litið fram hjá því sem er búið að gerast? Erum við að upplifa við sem bara núllpunktinum? Hvað ræður því? Hvað er gert inn í skólanum í sambandi við spjöldtölvurnar og núna AI? Er það innri stýring, ytri stýring, eða jafnvel innri eða ytri bönn? Eru til peningar? Kostar þetta eitthvað? Eru menntunarfræðilegu mörkin eða markmiðin skýr? Er þetta sett á stall? Og þá er ég að tala fyrst tölvurnar, svo spjaldtölvurnar eða spjaldtækin og svo AI, gervigreindin. Erum við kennarar leiðandi í snjallvæðingunni? Hvenær á hvað tímapunkti sem það er? Og þegar ég ætla að vísa þetta í nokkur tilvitnanir í viðtölin, litið tilbaka. Það þótti ekki til siðs á þessum tíma, sem er þá þarna í upphafi 1997, að börn fengu að koma við svona merkileg tæki. Tölvustofur og mæling á tíma er ekki fyrir börn. Og viðhorfið til upplýsingatækni skiptir máli. Það var svona ríkjandi undirliggjandi hjá mörgum. Annars vegar að fyrst voru tölvurnar rándýrar og þótti ekki til síðan að börn væri vilt að fá eitthvað svo dýrt í hendunar. Þau átti ekki að fá tölvurnar bara út af því. Það var alveg þannig. Síðan er það tölvustofur og mæling á tíma. Þú mátt vera hálftíma í tölvunni versus það að tölvan er í umhverfinu og notuð eftir því sem að umhverfið og börnin kalla á. Og þessi grundvallaratriði að viðhorfið kennarans, hvers og eins kennara, skiptir máli. Hvað viðhorf hefur þú gagnvart tækninni? Og þetta er með þessa hluti eins og aðra í leikskólanum, að það er ekkert endilega allra. Og þá á að vera allt í lagi að það sé ekki alveg allra. En hvernig er þá staðan þarna á miðju tímabilinu, þið vitið, þegar spjaldtölvurnar pottækin er að koma? Og þá sögðu frumkvöðlarnir að þeim fannst að fólk hefði farið aftur á byrjunarreit. Það var ekkert litið til þess sem hafði gerst í tölvuvæðingunni og búið að gera og byggja upp mjög merkilegt starf í það. Og stundum fannst þeim sjálf þeirra eigin samstarfsfólk ekki hafa lært neitt af því sem var búið að gerast, heldur byrjuðu bara nýtt með spjaldtölvurnar. Og byrjað eins og annars sagði á núllpunktinum aftur. Og svo segir annar sem að mér finnst athyglisverður punktur sem við ættum að hugsa þetta fer alltaf í þennan hring. Fólk vill fá þetta inn
og svo bara eftir stutta stund þá er allir svo hræddir. Þetta upplifði fólk í byrjuninni, sérstaklega hérna spjaldtölvuvæðingunni, og nú er spurningin, erum við þarna í gervigreindinni? Hún getur nýst okkur en hún er stórhættuleg, eða hvað? Hugmynd. En í upphafi, í byrjun þegar við var verið að setja tölvurnar fyrst, það var ekki opið aðgengi að fræðum. Það var ekki aðgengi opið að hérna, kennslubókum eða erlendu fræðiritum. Þetta var flókið og dýrt að ná í svona hluti. Það segir okkur bara hve langt við erum komið síðan 1997-98. Og fólk fór sums staðar af stað án þess að hafa fræðina bakgrunn til að standa á. Larry Cuban, Seymour Papert og Carsten Jessen voru nefnd, en oftast nær komu þeir inn á eftir. Það sé að fólk var byrjað að vinna með tölvurnar, tæknina, og fann svo eitthvað sem hentaði þeim þegar það var betri aðgengi að hérna út í heim. Og það er svolítið hollt líka að hugsa þetta, hvað er mikið breyst á þessum tíma. Bara aðgengi að allum upplýsingum og annað sem að hérna, það er bætt hellingur því. Kenningarlegur hugmyndirnar komið seinna. Við fundum einhverja fræðingar sem pössuðu okkur, sögðu þau. Og fyrst voru sums staðar tölvurnar bara fyrir fullorðna, ekki fyrir börn. Þannig að þetta er svona þessi viðhorf, sko, á fræði. Og takmarkanirnar sem voru nefndar var að, sko, þetta gerðist ekki innan frá allt saman. Það var þetta berjast fyrir því. Og einn kennarinn, sko, sagði að við höfum alltaf átt í höggi við karllembu svín. Það sé einhvers staðar í kerfinu er einhverjir sem standa fyrir, getum við þessi verið tölvunarfræðingur sem vinnur á skrifstofunni er á að vera hérna, leiðbeinandi og allt það, að þeir skilja ekki alltaf þörfinan í leikskólanum eða hvað hérna, eða bara yfirleitt ekki að börni að vera með tölvu. Það getur verið ýktustu viðhorfin. Það var bara þannig, og kerfisstjórar sem hafa enga skilning á upplýsingatækni í skólastarfi. Það er þessi ytri hömlur sem stundum þældust fyrir. Og við fengum þráðlaust net 2014, hugsiðu það, þetta eru 12 ár síðan, verða 12 ár síðan. Það var nefnilega bylting þá að vera með þráðlaust net. Og einn sagði þetta hefur verið mikil barátta og kostað mikil leiðindi, þannig að þetta tók á. En svo sagði hann, ég held að þau eru pínusamt að ræða hlutina og þú veist hvernig á að nota þetta. Og ég er þar núna, við leikskólasamfélagið þurfum að taka upp umræðuna gervigreindina og við þurfum að taka hana bæði til að hætta að vera hrædd við hana, finna góðu punktarna og styrkuhlutina sem geta nýtt okkur í starfi og nýtt börnunum til náms og gengið inn í þetta með höfuðið upprétt og baki beint. Og það er það sem ég kannski opna á hérna hjá okkur núna. Hvernig getum við gert það? Og það var reynsla þessara, það var ekki hlustað við innkaup og svona, og var svona margt sem þau segðu bara skólabókardæmi vond vinnubrögð utan frá. Takmarkanirnar voru yfirleitt alltaf utan frá. Og svo var það spjaldtölurnar, það fannst ekki mikil meðbyr í sveitarfélögunum, sem þetta rekstraraðilunum. Og þetta var svona, eins og þið þekki kannski svo mörg að það var mistigist í því líka hvernig þetta var innleitt í skólana sem þetta utanfrá. Og einn sagði þetta er bara tæki. Þú ferð ekkert fyrst út í skúr og nærð þér í hamar og ákveður svo hvað þú ætlar að gera, hvað þú ætlar að negla þegar þú kemur inn. Og það var þessi skortur á samráði sem að meðal annars var áberandi og mögulega er sveitarfélagin ekkert að standa sig rosalega vel núna, en náttúrulega ekki að segja það, ég er að segja mögulega, í því að hjálpa skólakerfinu, leikskólakerfinu, að ræða gervigreindina og hvað hún þýðir fyrir skólastarfið. Tölvan er nefnilega bara leikfang, hún er bara kennsluefni, sögðu þau. Það er mjög margar útgáfur af því sem ég fékk í viðtölunum. Bara eins og ein skóflan. Við notum þetta sem leikfang, það er sér þroskaleikfang, kennsluleikfang. Eitt verkfæri fyrir okkur í viðbót. Sem eitt af kennslutækjunum, eins og litir, jafnvægislá, einn af möguleikunum til að læra, eins og blýanturinn eða bara eitthvað. Þetta eru verkfæri til að gera sömu hluti og við höfum alltaf gert. Og munið það er ekki endilega verið að finna upp hjóli, sko. Á þessum tímapunkti, spjaldtölurnar að koma inn í skólana, þá er þetta þessi atriði sem fólk er að vinna með.
í gegnum spjaldtölurnar. Skapandi starf, málarun, skynupplifun, náttúra og umhverfi, menning og samfélag, vera að leita upplýsingum fyrirgefiði, það er verið að vinna með viðbótarkennslu og skráningar. Og eins og þau sögðu sko, maður var náttúrulega með markmið með verkefnunum, hvað maður ætlaði og hvað átti að ávinnast. Og það er mjög mikilvægt að það var alltaf að hafa markmið með öllu því sem við gerum. Þetta eru sem sagt nýjir möguleikar til að efla nám og þroska fyrir börnin. Og það var líka annað mjög skýr rauður þráður, það er þetta með skapandi notkun. Við verðum að nota þetta á skapandi hátt. Þá erum við með leiki í þessu til að kenna til dæmis hugtök sem eru mjög hugleikin. Það eru svo þægilegt að nota þessa tækni til að kenna liti, form, tölur og stafi, segir einn kennarinn. En við sköpunarþáttinn fer fram þegar við kveikjum á myndvinnsluforriti, ritvinnslu eða förum inn í upplýsingaleit. Þannig þarna eru svona verið að gefa innsýn í hvernig þessi kennari notaði tæknina. Og ég ætla bara að fá að lauma því akkurat hér inn að ég hafði leyfi frá foreldrum fyrir öllum þessum myndum og ég hafði leyfi fyrir þeim líka frá börnunum sem eru orðin fullorðin, sjáist í þau þannig að þau þekkist. Þannig að allt í lagi með öll leyfi. Það eru þessi sameiginlegu þemu. Það er löng reynsla þessa fólks af tölvum og tækninotkun og ég held að það væri rosalega spennandi eftir svona 2-3 ára að taka aftur viðtöl við þetta fólk gervigreindina. Það er sambærileg sýn á eigin fagmennsku, þau nota fjölbreytta kennsluhætti, þau reyna nýjar leiðir og nota nýjustu tækni og þau hafa sambærileg viðhorf til hvað er kennsla, hvað er tækni og hvað er þetta saman. Sambærileg viðfangsefni í tölvunum og það er gagnrýni á ytri rammann. Og svo auðvitað þetta með að það getur hjálpað mjög mikið í viðbótarkennslu. Og svo ég taki aftur á sköpunarþættinum, þá eru fólk að tala um það sem stundum einhæft notkun. Og þetta á að vera skapandi, það sem við erum að gera. Og einn sagði, kennarar þurfa að gleyma sér í ævintýrinu með börnunum. Þeir geta notað tölvurnar til þess. Tengt þetta við það sem við erum að gera, flett upp á sjóræningjafána, kennt börnunum að teikna hann, tengja það við eitthvað sem við hlaupum út til að gera, förum að smíða. Þess að samþætt og skapandi starf. Og það var margt sem var sambærilegt við fyrstu innleiðinguna og aðra innleiðinguna og hvað sem við horfum fram á það svo þriðju núna. Þetta var dýrt og tímafrekt, þetta kostaði peninga, tækin eru dýrari heldur en kannski mögulega var gervigreindin, ef þú ætlar að í rauninni hafa aðgang að almennilegri fjölbreyttum möguleikum þá kosta þeir. Og þetta var ekki rætt til framtíðar, það vantaði svolítið markmiðin stundum. Og þetta var oft þetta voru seljendur. Það var komin í skólana einhverjir sem vildu auglýsa sitt og ég ætla komist inn í það kerfi gegnum menntamálaráðuneytið eða stjórnvöld. Þannig að það er ákveðið auglýsinga þema í þessu líka. Það var ákveðin dulúð í kringum þetta. Það var eins og þyrfti ekki að ræða þetta mikið. Það væri bara svona og svo ekkert meir. Og þá var á þessum miðjupunkti lítil gagnrýni á að forrit á ensku og það var lítið rætt að jafna aðstöðumun barnanna og það var lítið rætt aldursviðmið sem var mjög sterkt í byrjuninni. Þannig að þetta eru hluti sem var svona farið að minnka að vera að ræða þarna. En hvað er þá þessi gervigreind? Því það hefði kannski viljað fá það fyrst en ég vildi nú samt bara geyma þetta síðast vegna þess að gervigreindin er ekki framandi hugtak, kannski nýja hugtaki skiljið, en hún er ekki framandi og afmætti láta. Og það er talað tvenns konar, AI sem er gervigreindin eða vélgreindin og svo gen-AI, þess að skapandi gervigreind. Og þetta er tvennt ólíkt, sem gerir tvennt ólíkt skiljiði. Og hér tók ég saman nokkrar skilgreiningar á þessu og þetta er svona eitthvað human-like, það er alltaf að tala um það. En AI er sem sagt beitt á greinandi máta, eins og spálíkön og mállíkön og svona sjálfvirkar spár eins og veðurspár. En generative AI eða skapandi gervigreind er ætlað að vinna með upplýsingar, þetta er svona hönnun og framsetning, þið þekkið, blogg, vídeó, podcast og allt þetta, og í vísindalegu rannsóknum til að móta tilgátur eða módela af ýmsum toga. Þannig að það er alls konar fjölbreytileg notkun. En nú ætlum ég að koma okkur aftur inn á jörðina, vona ég. Allavega kom ég sjálfur niður á jörðina því ég fór að skoða þetta, að skapandi notkun gervigreindar eru til dæmis róbótar og gagnvirk tæki og leikföng, gagnvirkar sögur, Lego Mindstorm,
Kubernetes, Cosmo, Bebots eða Bluebot, Alexa, Siri. Og þetta er bara að segja týndu upp sem ég myndi eftir að hafa lesið að væru inn í íslenskum leikskólum. Það eru ótal fleiri tæki sem getur verið þarna. En það er í raun og veru lítið vitað raunverulega kennslufræðilega notkun í leikskólanum. Við vitum það ekki ennþá hvernig leikskólanum í rauninni nota þessa fjölbreyttu AI, eða generatív AI, eða skapandi líkanið. Og ég held að það sé alveg tímabært að fara að skoða þetta allt saman út frá AI, út frá gervigrindinni. Og ég man til dæmis eftir því að í fyrst fengum við tölvurnar. Og það var tölvur og forrit, vélbúnaður og hugbúnaður. Síðan kom spjaldtölvuvæðingin og það var að fara að tala forrit sem upp. Þannig að það bara nýtt orðið við gamalt hugtak, sko. Og núna að nota gervigreindina sem yfirhugtak. Og það engin ein gervigreind, þetta eru fullt af litlum, risastórum tækjum, forritum, eða bara gagnabökkum. Og það í raun það sem þetta er. Við erum ennþá bara að tala sömu hlutina. Þeir geta bara miklu meira núna. Og við þurfum að taka þessa umræðu hvað passar inn í leikskólana, hvað erum við þegar að gera í leikskólanum, ekki vera feiminu að segja það, og bara hvert stefnum við með markvissum kennslufræðilegum hætti. AI í rannsóknum í sambandi við leikskólana, þá ákvað ég að taka punkta úr yfirlitsrannsókn, þar sem þau taka saman 17 rannsóknir sem hafa verið gerðar á AI-notkun í leikskólastarfi, og segja hvað þeir hafa að segja það. Þeir segja að flestar rannsóknir sýna að gervigreind getur elt hugmyndir barnanna gervigreindina sem slíka. Þess að þau vita þá hvað gervigreind er. Stafræn tæki, hvað þetta er, vélbúnaðurinn, hvort þú ert tölvu, borðtölvu, fartölvu eða spjald eða síma eða hvað nú er. Og notkun á þessu, á vélbúnaði. Svo getur þetta elt aðra færni, segja þau í rannsóknunum, eins og sköpunargáfu, stjórn á tilfinningum, samvinnu, læsi og tæknihugsun. Og ég kaupi alveg þetta með tæknihugsuninu og ýmislegt, og tæknilæsið jafnvel, en mér fannst vanta svolítið, hvernig mældu þau það að það væri árangur hjá börnunum. Algengatasta birtingarmyndin á notkun AI í leikskólum var snertiskjáir, það er þessi pottæki, og tækni sem eflir málþroska eða læsi. Það í rauninni, segja þessir höfundar, ósvarað, hvort það sé í rauninni ásættanlegt að nota tæknina í leikskóla. Þetta er alveg með sama punkti hérna og í öll bæhinskiptin. Og þeir segja að tæknin geti virka sem fjölbreytt námstækifæri. Það er að segja mögulega einhvert barn sem getur lært í gegnum ákveðna þætti með gervigreind sem að fær þarna eitthvað sem hentar þessu barni. Athyglisvert, finnst mér. En þegar upp er staðið, þá er það skapandi notkunin sem að ég tala fyrir henni, og við getum, ef að þú ert með legókuba, þá getur þú sett þá saman á svona marga vegu, þau tala sem er herri, ég geti alltaf sagt, ef að það er alveg opið, allir litir til dæmis og engin fyrirmynd. En við erum oft að takmarka útkomu barnanna, annars vegar með því að gefa þeim leiðbeiningar eða lýsingu gerðu svona úr þessum 6 kubbum eða takmarka litina, skiljið. Þannig að við getum takmarka litina, við getum takmarka möguleikana í staðinn fyrir að bjóða börnunum upp á öll 100 málin. Takk fyrir mig.